persónulega það hefur alltaf gefið mér bara mína bestu vini í lífinu og svona, já, og líka bara gert mig að manneskjunni sem ég og hljóma með mig, það það bara, ég hugsa alveg mikið þetta, sko. Já, það rosalega mikið klisja að segja skátalíf lífstíll einhvern veginn meira heldur en eitthvað annað, en það, þetta allt í einu einhvern veginn þjálfun fyrir lífið og vinirnir manns og fjölskyldan manns og öll svo leiðtogahæfni sem ég hef lært hef ég lært í skátunum frá því að ég var bara ung stelpa. MAF-I-F-I-L-L, við vill skátafélagið okkar. Við vill skátafélagið okkar. Svo margt sem maður getur lært. Maður getur lært að bjarga sér sjálfur. Ef við myndum vilja, þá getum við alveg farið bara, þú veist, kannski 2-3 kílómetra og fundið okkur bara eitthvað til þess að búa til skýli úr og svo bara þar ef við myndum vilja. Ég þú veist, allt svona sem ég hef yfirstigið á ævi minni, þú veist, skáturinn hafi hjálpað mér svo mikið með það, þú veist, bara að verða besta útgáfan af sjálfur mér, veit ég segja þannig. Eins og gullnareglan, ef þú vilt ekki að eitthvað geri þetta við þig, ekki gera það við aðra. Og hvar annar staðar heldur en í skátunum myndi maður standa á sviði fyrir framan 5.000 manns og syngja eða fara til Mexíkó eða koma palestínskum skátum til Íslands. Þetta vettvangur til þess að læra að skína. Það kemst bara lengra í lífinu ef maður hreinskilinn og góður. Þó að við séum nördar og að skátarnir séu stundum svona dæmdir fyrir að vera pínu asnalegir, þá það því að það í lagi að vera asnalegur. Ég lofa að gera það sem í mínu valdi stendur til þess að gera skyldu mínar við Guð og ættjörðina að hjálpa öðrum og halda skátalögin. Skátalögin fyrir mér eru bara gildin í mínu lífi og mér finnst einhvern veginn stundum skátarnir vera örlítið sjálfstæðir, skátarnir vera náttúruvænni, skátarnir vera hjálpsamari. Það kemst bara lengra í lífinu ef maður hreinskilinn og góður. Það oft svo mikið drama til dæmis í bekkjunum okkar á þessum aldri og það bara, en í skátunum það kemst maður meira hjá því. Það bara svo mikið fjör og eitthvað sem heillar mig meira. Skátarnir eru náttúruvinir. Skátarnir eru æðislegir. Ein besta ákvörðun sem ég hef tekið í raunveru, það að mæta þennan skátafund árið 1999. Ég heiti Benedikt. Ég heiti Markús. Og verið velkomin í skátana.